forseti. Fer auðvitað ekki til milli mála að í síðustu ríkisstjórn fóru oft fram umræður fjármál ríkisins. Háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurlands hefur rifjað upp tölur í því sambandi sem lagðar voru á borð þáverandi ríkisstjórnar frá fyrrverandi hæstvirtum fjármálaráðherra, núverandi hæstvirtum utanríkisráðherra. Í ágústmánuði var dreift til ríkisstjórnarinnar sérstakri skýrslu frá Ríkisendurskoðun. Henni var dreift sem trúnaðarmáli þar sem fram kom að halli á ríkissjóði myndi verða mun meiri en upplýst hafði verið í ríkisstjórninni fram til þessa, eða 1,5 til 2 milljarðar. Þetta kom auðvitað á óvart. Hæstvirtur þáverandi fjármálaráðherra tók sér frest áður en að þessi greinargerð var birt til þess að láta grandskoða í fjármálaráðuneytinu hver var í sannleikur þessa máls, og svokölluð hagdeild fjármálaráðuneytisins fór sérstaklega ofan í það mál sem sumir hafa reyndar kallað hina pólitísku deild í ráðuneytinu. Niðurstaðan varð sú að hæstvirtur fjármálaráðherra lagði fram í byrjun september ítarlega greinargerð til ríkisstjórnarinnar það að halli á fjárlögum þessa árs myndi verða 700 milljónir króna í byrjun september, fyrir rúmum mánuði síðan. Nú er það hins vegar upplýst af núverandi hæstvirtum utanríkisráðherra að þessar tölur sem þáverandi hæstvirtur fjármálaráðherra lagði á borð og átti að vera til að upplýsa ríkisstjórnina nákvæmlega stöðu mála hafi ekki reynst réttar en svo að hann talar stundum 3 til 4 milljarða eða stundum að þurfa að leggja nýja skatt upp á 5 til 9 milljarða til þess að ná endum saman og vil kenna ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar. Þetta auðvitað nauðsynlegt að upplýsa hér hvernig gangur þessa máls hefur verið sá. Hefur verið vegna þess að það einungis tvennt til. Annaðhvort vissi þáverandi fjármálaráðherra ekki betur, hafði ekki betra vald á fjárreiðum ríkisins heldur raun ber vitni, eða hann var vísvitandi að skýra fyrrverandi ríkisstjórn rangt frá. Þetta finnst mér nauðsynlegt að framkomi í umræðu af þessu tagi. Hinu megum við heldur ekki gleyma að núverandi hæstvirtur fjármálaráðherra vill auðvitað reyna að sverta stöðu ríkissjóðs eins og mögulegt til þess að hann geti fengið afsakanir fyrir því að leggja á þá milljarða, í allt upp í milljarðatug af nýjum sköttum sem hugur hans stendur til. Það tekur næst til máls háttvirtur 7. þingmaður Norðurlands eystra, Málmfríður Sigurðardóttir. Í þeim málum sem hér ræðir hefur sannarlega ekki þurft að krefja nýjan hæstvirtan fjármálaráðherra sagna. Yfirlýsingagleði hans ástand efnahagsmála hefur nánast verið taumlaus að undanförnu. Það skal fúslega viðurkennt að hin nýja ríkisstjórn síður en svo öfundsverð að því hlutskipti sem hún nú hefur tekist á hendur og því búi sem hún tekur við. En þá skulum við líka minnast þess að 2/3 þessarar hæstvirtar ríkisstjórnar, þar á meðal fyrrverandi fjármálaráðherra hæstvirtur, ber sannarlega sinn hlut ábyrgðar á því hvernig komið í efnahagsmálum þjóðarinnar. En það lofar ekki góðu stjórnarsamstarfið ef hæstvirtur fjármálaráðherra heldur áfram uppteknum hætti að velta sér upp úr yfirlýsingum hrikalegan og ótrúlegan viðskilnað síðustu ríkisstjórnar. Þar bera samstarfsmenn hans í núverandi ríkisstjórn sína sök, jafnvel þótt hæstvirtur forsætisráðherra í þeirri stjórn, í núverandi stjórn hafa því virðist verið í stjórnarandstöðu þá 14 mánuði sem sú stjórn var við völd. Ef þessar yfirlýsingar og þessar umræður hér leiða hugan óneitanlega til umhugsunar það, til hvers verið að setja fjárlög? Jú, fjárlögin eru sú fjárhagsáætlun sem ríkisstjórnin á að starfa eftir
Og það skal tekið fram að við afgreiðslu síðustu fjárlaga hafði stjórnarandstaðan uppi alvarlegar og rökstuddar efasemdir að þeir útreikningar sem lögin byggðu á stæðust, sem fjárlagafrumvarpið byggði á, að þeir stæðust. Fjárlögin voru afgreidd hallalaus á pappírum og fjárlög skulu standa, sagði þáverandi hæstvirtur fjármálaráðherra. En nú liggur ljóst fyrir að allt úr böndunum og halli ríkissjóðs nemur hundruðum milljóna eða milljörðum, eftir því sem að sumir segja, og illt að hér skuli ekki vera viðstaddur fyrirverandi hæstvirtur fjármálaráðherra til að skýra það mál. En ég vil láta hér í ljós á skoðun að slík ráðsmennska af stjórnvalda hálfu gróf lítilsvirðing við Alþingi og störf þess og full ástæða að taka upp breytta og betri hætti í þeim efnum, hvort sem þessi hæstvirt ríkisstjórn ber gæfu til að bæta þar og gera fjárlög svo úr garði að þau standist og sé að fylgja þeim eftir. Vissulega hæstvirt ríkisstjórn vandi á höndum nú og það veltur mikið á fyrir alla landsmenn hvernig tekst að spila úr þeim hrökum sem hún telur sig hafa á hendi. En hæstvirtur fjármálaráðherra ætti að fara sér hægt yfirlýsingar. Það ávallt hægra að tala en í að komast og hver veit hversu langt þess að bíða að slíkar yfirlýsingar sem hann nú hefur uppi kunni að hitta hann sjálfan fyrir. Það ljóst að viðhorf þessarar hæstvirtu ríkisstjórnar til Alþingis og hins mikla grundvallar valds Alþingis afar einkennilegt. Þetta viðhorf birtist meðal annars í því að í fyrsta lagi eru bráðabirgðalög sett rétt áður en þing kemur saman með ýmsum ákvæðum sem eru af því tagi sem harla erfitt að fallast á að nauðsynleg hafi verið eins og á stóð og ekki nóg með það. Síðan kemur líka í ljós að forsendan fyrir bráðabirgðalögunum hefur verið allsendis óljós. Hér velta menn því fyrir sér og segja blákalt talsmenn hæstvirtrar ríkisstjórnar og fyrst og fremst hæstvirtur fjármálaráðherra að hallinn sem kynntur var ríkisstjórninni í byrjun september hafi trúlega jafnvel meir en tífaldast. Og hvernig á að skilja yfirlýsingar hæstvirts fjármálaráðherra öðruvísi en sem harkalega gagnrýni á núverandi samstarfsmann hans, hæstvirtan utanríkisráðherra, fyrrverandi fjármálaráðherra, það get ég ekki séð. Það auðvitað algjörlega ljóst að þessar yfirlýsingar sýna að það ekki nóg með það að ríkisstjórnin sé ekki starfhæf stjórn, heldur virðist hún ekki vera samstarfhæf innbyrðis. Ég held að það sé þegar komið á daginn. Og annað, herra forseti, sem ég langaði til að nefna það að ég vildi þakka fyrir það að þessi umræða fer fram. Sérstaklega vegna þess að hér verið að deila mikilvæga forsendu fyrir því lagafrumvarpi sem verið að ræða inn í háttvirtri efri deild. Og það lágmark að Alþingi sé upplýst það hversu margra milljarða vanda verið að fást þegar málin eru komin til umræðu á Alþingi og ég vil leyfa mér að vonast til þess að þegar þessari umræðu lýkur í dag að þá verði henni haldið áfram þegar hæstvirtur utanríkisráðherra við svo að hann geti skýrt þessi mál og hvernig upplýsingar ganga á milli innan hæstvirtrar ríkisstjórnar. Það sætir nokkurri furðu að hér skuli fara fram umræða utan dagskrár þegar að sérstaklega tekin fyrir sá þáttur í störfum fyrrverandi ríkisstjórnar sem að heyrðu undir þáverandi fjármálaráðherra að honum fjarstöddum. Það þarf nokkuð mikla lagni
í pólitískum vopnaburði til að leggja slátt, til að hefja þann leik hér í þingsölum. Mig undrar það. Aftur á móti gaf forseti það út að hér ættu að fara fram umræður viðskilnað ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar og það er miklu rýmra umræðu efni. Og það er kannski rétt að hugleiða það hér að verði sá viðskilnaður gerður upp af sögunni sem hann verður, þá munu menn fyrst og fremst horfa á það hvernig sú ríkisstjórn skildi við atvinnuvegi þessara þjóðar. Það er nefnilega hlálegt að flokkurinn sem að kennir sig við einstaklingsframtak og frelsi einstaklingsins skildi standa þannig að málum að hafi nokkuð tíman verið unnið hratt að þjóðnýtingu á Íslandi, þá var það undir forsæti Þorsteins Pálssonar, fyrrverandi forsætisráðherra. Þjóðnýtingin fór fram á þann hátt að grunnatvinnuvegir þjóðarinnar voru reknir með halla og það stefndi hraðbýrið í það að sjóðir ríkisins, meðal annars fiskveiðasjóður og fleiri, eignuðust mestöll fyrirtæki í sjávarútvegi til dæmis. Það er dálítið merkilegt að flokkurinn sem kenndi sig við einstaklingsframtak og leiddi ríkisstjórnina skildi standa þannig að málum. Hér á höfuðborgarsvæðinu þá forðuðu menn sér á handalhlaupum út úr atvinnugreininni og stofnuðu nýtt fyrirtæki eins og menn vissu og það þurfti sérstakar stuðningsaðgerðir til þess að það héldi velli. Ég held nefnilega að sú sögulega stund sé upp runnin að gömlu vopnaviðskiptin sem áttu sér einu sinni stað innan Sjálfstæðisflokksins milli þáverandi leiðtoga Ólafs Thors og nokkura harðlínumanna þegar að hann spurði viljiði hafa þingflokk með 5 eða 10 þingmönnum eða viljiði hafa þingflokkinn að þeirri stærð sem hann er. Ef að Sjálfstæðisflokkurinn er aðeins orðinn hagsmunagæslu aðili fyrir verðbréfa sjóðina, hina nýju, þá er hætt við því að stærðin á þingflokknum sigli fljótt í samræmi við markmiðin. Herra forseti, þetta eru gagnlegar umræður sem hér fara fram, flestu leyti minnstu kosti. Ég vil byrja á því að lýsa yfir talsverðri furðu minni vegna fyrstu ræðu hæstvirts fjármálaráðherra í því gerfi hér í háttvirtri deild, en mér fannst sú ræða ekki vera stórmannleg. Megin uppistaða ræðunnar var þessi: það eru forsætisráðherrar sem bera ábyrgð á því sem fjármálaráðherrar gera. Og geta það menn hugsa sér hvernig framhaldið verður hjá þessum nýja hæstvirta ráðherra. Síðan bætir hann við að háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurlands sé að koma höggi á utanríkisráðherrann sem sé staddur erlendis. Má ég spyrja fjármálaráðherra, hvar var Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra síðastliðinn laugardag? Var hann í Garðabænum? Var hann heima á Bryndísi? Var hann ekki jafn mikið erlendis eins og hann var í dag? Það verður gaman að heyra það, hvort að núverandi hæstvirtur fjármálaráðherra hafi ekki vitað það síðastliðinn laugardag hvar utanríkisráðherrann var, og þá kannski skýrist hver sé að koma höggi á hvern. Ég þarf ekki að ítreka það sem hér hefur komið fram. 700 milljónir var upplýst í september. Fjármálaráðherra skrifaði langa greinargerð til að mótmæla ríkisendurskoðun. Núverandi hæstvirt ríkisstjórn hefur lýst yfir með bráðabirgðalögum að auka þennan
halla 600 milljónir, beinlínis með lagaákvæði, 800 milljónir til viðbótar sem fara til millifærslu detta á ríkissjóð samkvæmt yfirlýsingu hæstvirts sjávarútvegsráðherra. Peningar eru teknir til að láta í sjóð sem kallast atvinnutryggingasjóður. Alltaf þetta detta á ríkissjóð, á skattborgarana. Þetta liggur ljóst fyrir. Ég held að ástæðan fyrir því að hæstvirtur ráðherra ráðist með þessum hætti, þessum sérkennilega hætti sem hann vanur að ráðast á fólk með, sé vegna þess að fyrir nákvæmlega ári síðan fóru fram umræður hér í þessum sal. Þá sagði hæstvirtur ráðherra, sem þá var varaþingmaður og kom hér inn eins og nú, hann varaþingmaður, tekinn inn hér í dag, þáverandi fjármálaráðherra, orðrétt í dálk 152 í þingtíðindum. Það stendur þess vegna hæstvirtur fjármálaráðherra ennþá á þeirri krafan að draga matarskattinn tilbaka. Þegar þú ert búinn að því getur þú komið og rætt við samtök launafólks. Fyrr en þú gerir það ertu brennimerktur sem maður sem ekki hægt að treysta. Þetta eru orð fjármálaráðherrans núverandi fjármálaráðherrann fyrrverandi. Nú fjármálaráðherrann sem hér staddur, hæstvirtur, kominn í þá stöðu að geta afnumið matarskattinn. Hann þarf að finna sér afsökun og svona fer hann af. Þetta stórmannlegt? Og ég spyr bara. gjaldmiðilsins, jöfnunar annars.
Enga síður tók hann þá ákvörðun að nota ekki rétt sinn hér á Alþingi til þess að krefjast umræðuna þessi brýnu mál, heldur taldi brýnna en allt annað að hefja hér á Alþingi